Komið þið sæl, við byrjum hér á að skoða gervitunglamynd sem tekið var klukkan 12:30 núna í dag. Sjáum við hér nokkuð óstöðugt loft sunnan og austanvert landið, það fjalli nú nokkur él á þeim slóðum og kaldast núna síðastliðinn sólarhringinn var hér austanlands á brú á Jökuldal en það var 16 stiga frost núna í nótt. Hér vestur af landinu þá sjáum við skil sem nú ekki að komast inn á land en það hæðin sem hér norður af okkur sem veldur því hún heldur vel að þessum skilum sem eiga uppruna sinn í lægðinni á Grænlandshafi og þegar líður á morgundaginn þá eins og sagði ekki mikla breytingar þar helst að þéttist þrýstilínurnar. Á föstudaginn þá nú útlit fyrir að þær komi aðeins inn hér þessi skil en síðan helgina þá eyðast þau og þetta snýst yfir í hreinni austanátt hjá okkur. Á hitasviðinu það nú ekki miklar breytingar næstu daga. Það frekar svalt loft hjá okkur. Hér sjáum við mun hlýrra loft suðvestur á okkur. Það á siglingu hér austur. Mun ekki koma neitt við sögu hjá okkur að ráði. Þó hæstu hitatölunar verði vissulega sunnanvert landið en það verði nú ekki mjög hátt. Hér sjáum við vindasviðið og fjólblá liturinn táknar 16 metra á sekúndu eða meira. Sjáum hér á morgun þá að bæta í vindinn vestanvert landið einkum á norðanverðu Snæfellsnesi. Þannig útlit fyrir að verði stormstyrkur þar og hviðurnar mun öflugri en það. Og við skoðum hér í fyrramálið þá vindurinn ekki alveg búinn að ná sér á strik þar en það kemur þegar líður á daginn. Hitinn víða og undir frostmarki. Sjáum hér stöku él með suðurströndinni og hér upp norður eftir austurströndinni og þurrt að mestu hér fyrir norðan en ef við tökum hvern landshluta fyrir sig þá sjáum hér suðvesturhlutann. Hitatölunar og rétt yfir frostmarki. Það stöku él einkum hér á Suðurlandi og sunnan til á Faxaflóa. Það ekki útlit fyrir að verði nein úrkoma að ráði hér norður af Hvalfirði en hér allra yst á Snæfellsnesi gætu þó einhver él náð að koma inn og hér rétt svo á Reykjanestantána ef spár ganga eftir. Á norðvesturhluta landsins þá verður nú þurrt meginhluta dagsins á morgun en annað kvöld þá útlit fyrir að verði einhver él á Vestfjörðum, nokkuð þurrt og bjart hér þegar austar dregur. Eins og sagði einhver smávegis él hér yst á Snæfellsnesi. Sjáum hér vindurinn þar nú sterkur, þetta stormur eða þaðan af meiri. En síðan hér á norðausturlandi það kaldast á þessu landsvæði og það nokkuð bjart hér á norðurhlutanum því austar sem dregur það þykknar upp skýjað með köflum á morgun og hér á Austfjörðum og þaðan rétt norður af en útlit fyrir að verði einhver éljagangur. En á suðausturhlutanum þá hitinn þetta og rétt yfir frostmarki og víða einhver él þar. Vindstyrkurinn það bil 5 til 13 metra á sekúndu, einna hvassast við ströndina. Þá horfum við aðallega á við fjöllin, Öræfi og allra syðst. En þegar við horfum síðan fram á föstudaginn sjáum við hér hvernig þessi skil að hóta því að koma inn á land en náði jafnvel ekki og áfram einhver éljagangur hér sunnan og austan til. Og það dregur heldur úr vindunum en við sjáum samt að það verði alveg upp í 17-18 metra á sekúndu á Snæfellsnesi, annars 10 til 18, hægari hér norðan til en þó líklegt að blási nú eitthvað á þeim slóðum. En síðan þegar við skoðum hér til helgarinnar sjáum við hér hvernig þessi skil gefa eftir og hverfa á braut en austlæg áttin hún heldur áfram og éljagangur hér sunnan og austanvert landið og einna hvassast þar upp í 15 metra á sekúndu, annars staðar bjartara og hægari vindur. Hitatölur þetta og undir frostmarki. En hjá okkur á morgun ekki mikla breytinga, það suðaustan og austan átt, einhver éljagangur með suður og austurströndinni. Það einna hvassast á Snæfellsnesi, norðanverðu, þar sem útlit fyrir að verði stormstyrkur og hitatölunar og undir frostmarki. Takk ykkur fyrir og verið sæl.